það held ég nú. FM 95 Bjö farið í loftið. Þetta Björn Bragi sem heilsar ykkur og hjá mér Hjörvar Hafliðason sem gestastjórnandi í dag. Vertu velkomin, Hjörvar. Já, það fyrir það. Hvernig hefur það? Ég það hrikalega gott. Er það ekki? Jú, þetta gaman að fá að vera með þér í dag og minnst svolítið vant að tónlistina undir sem við stundum með. Já, bítið. Já, það Vampurinn heitir það. Heitir ekki Betty? Jú, Betty, jú. Já, ég finn hann ekki núna. Hann búið að færa hann af staðnum sem hann var á. Allt í góðu. En við þurfum víst að byrja á því sem var, komið fram í frétt á Vísi í dag. Já. Sem ég þarf að vera nakinn í svona þætti. Já, ég fíla það mjög vel. Mér finnst það þægilegt. Er það? Já, ég náttúrulega alin upp í íþróttum og svona og ég hef oft tekið marga mínum bestu spjöllum hafa verið með þetta bara á limnum. Já, hefur setið á móti öðrum kallmanni í 2 klukkutíma sem nakinn á móti þér talað. Ekki 2 klukkutíma en svona tæpa 90 mínútur allavega. Já, hérna Nilli hjá okkur. Velkomin, Nilli. Ástar ekki fyrir það. Þetta allt fyrir þig. Þú vildir að þetta myndi gerast. Já, þetta eina sem ég myndi gerast. Já. Viltu kannski segja þjóðinni af hverju þetta að gerast? Ég vann ákveðið veðmál og þarna ég vildi Í tíundu kynslóðinni sem einmitt á föstudagskvöldum í opinni dagskrá og ég vildi að þú myndir sitja nakinn í FM 95 Bjö. Já. Er það ekki? Jú. Ekki búin að breyta þessu, vinnur? Jú. Jú. Þetta ekkert að hjálpa, þú veist, þeim sögursögnum að þú sett að tjálta hinum meginu í lækinn. Nei. Já, þetta kannski svona kindur undir það eins. Ég hitti Nillan í gær, þá var hann með stútfullt borð af stelpum. Það var allt einhverja vinkonas. Hvað getur sagt? Þetta nú reyndar impressi, ég verð nú viðurkenna það, Hann Björn nú tölvöld kildar en ég held, Er það ekki? Jó. Nei, ég leyni á mér, Hjörvar. Nei, ekki þú, ég var að tala Björn Braga, Nei, ég var að tala um að ég vann hann og hann, Jesús. Ég er komin öllu. Þetta vildirðu. Hvað finnst þér? Finnst þú flottur? Er það? No homo. Heldur að vera eitthvað öðruvísi fyrir, heldur að hlustendur muni finna eitthvað fyrir því að ég sé nakinn að stjórna þættinum? Það margir skrítið fyrir mig að, það margir sem gætu þetta ekki, en ég geta mjög, það auðveldlega, Gætur þú þetta mjög auðveldlega? Já, verið með mér, nögtum. Hvernig líður þér, Nilli? Mér líður svona skemmtilega á þessari hlið, svolítið engilega á þessari hlið, Þinni hlið. Já. Einmitt. Eigum við aðeins að melta þetta, hendi í eitt lag og ræði þetta svona betur og eftir með Nillanum. Ég er svona venjast í að vera nakinn hérna í stúdíónu. Ég verð að segja að mér finnst upprunalega lagið talsvert betra. Hvað segir þú, Hjörvar, við því? Jú, þetta fínt hjá honum. Já, hjá honum vinn okkar. Já, henni vinkon okkar. Nei, hvað þetta ekki Jason Derulo? Ég veit ekki, það skiptir ekki öllu. Jú, ok, sorry, ég var ekki að hlusta á þetta lag, Varstu svona upptekinn af mér, eða? Já, ég var svona, ég tekur smá tíma að vinnast þessu, en mér finnst það þægilegt. Ég held að eftir þennan þátt, þá munið þér finnast mjög skrítið að vera með auða í fötum. Þú veist, viltu hafa... En þó að hann færi úr, þá tæki ég ekki eftir því. Já. Af því hann náttúrulega... Hann loðinn. Setur hann loðinn? Já, hann þetta viðbjóðslega loðinn. Ég svona smekklega bleikur, eins og grís. Já, þú ert ekki eins og með svona... Það ekki eins og hendur og trís... það ekki eins og hár og trísernum á þér, Nei, svona arm hair. Ég var svona passlegt svona lítið Batman-merki hérna á bringunni. Það allt sem þarf. En Nilli situr ennþá með okkur eina kynningu viðbót af því að við ætlum að vinda okkur í slúðupakka dagsins. Já. Eru þið tilbúin í það? Já. Nilli tilbúin? Já. Ég er með gott slúður í dag, Þetta er erlend slúður. Söngkonan Kesha, sem að flestir þekkja fyrir lagi TikTok, hún var að tvíta mynd af sér núna í vikunni af það sem hún var að pissa á götuna. Hún var víst að keyra í umferðinni og það var svo mikil umferð og henni var mál, þannig að hún bara óð út úr bílnum og meig á götuna, sem er eitt og sér alveg mátulega skrítið, en hún sá ástæðu til að taka mynd af sér og tvítinni og skrifaði undir PP on the street, Popo, come and get me if you can find me, I blame traffic. Ok, það var flott hjá henni. Er það ekki? Og hvað lág hún áttur? TikTok, wake up in the morning feeling like Big Daddy. Já. Þetta var hræðilegasta slúður sem ég einhvern veginn heyrt. Nei, þetta var gott slúður, en það voru slæma fréttir. Nei, ég er að tala mjög slæma fréttir. Já, Nilli, hefur þú lentið þessu? Að stoppa í trafík og... Þú náttúrulega ég er ekki með bílprófi. Það er ekki töff að okkur gaurir að þau, Nei. Þessar vinkonur þínar allar, eru þær eitthvað í þessu? Að pissa á göttuna? Já. Nei, þú getur ekki ímyndaði Hjörvar minn. Ákveður talar þessu okkar gamalmenni? Hvað er þetta gamal? 18. Ákveður talar þessu okkar gamalmenni? Ákveður þetta ekki bara eðlur á 18 og hrekki? Hvað meinar þau? Þú ert bara unglingur, þú ert alltaf eitthvað, ok, áfram. Jesús. Jesús. Hljómar eins og allir vinur minn núna.
Leikararnir Ashton Kutcher og Mila Kunis eyddu helginni saman, síðustu helgi í Los Angeles og fengu sér sushi, versluðu saman og keyptu blóm. Það slúðraðum að þau sé að deyta en Mila Kunis segir að það sé rugl. Jú, þetta leiðilegt að vera Ashton Kutcher, maður. Það? Það gengur illa í honum. Já, nákvæmlega, ég ætla að sko... Hvað gerist? Næsta setning sem ég ætla að... Nilli skilur ekki svona. Næsta setning sem ég ætla að segja var sko að hann hefur ekki bara sést með Milu Kunis síðustu dagana, heldur líka Ríónu og einhverjum 2 píum sem ég reyndar veit ekkert hverjir eru. Og það gæi svona. Hann heldur áfram. Ok, afsakið. Segðu eitthvað við hann, Hjöpi. Allt er bara, hann greinlega harður þessi Kutcher-gæi, sko. Já. Herðu, Katie Holmes ekki ólétt eins og haldið hefur verið fram síðustu daga. Djúfullinn. Menn voru eitthvað að segja að hún og Tom Cruise ættu von á öðru barni, en talsmaður Katie Holmes segir það ekki rétt. Hvað er þessi Katie Holmes að gera í dag? Þetta er á Dawson's Creek hætti. Fyrir 10 ára? Já. Það er góð spurning. Hún leik hann í einni Batman-mynd. Já, hún er ekki spennandi leikona, sko. Nei, ég er ekki Cruise, en hann er bara með hann locked down. Kinda locked up like Lindsay Lohan, eins og Pitbull segir. Já, hann er bara með læsa hann inn í húsinu. Síðan hann átt fylgjuna eftir að þau eignuðist barnið þannig. Já, það er grjótharður. Það var svona mátulega geðslegt. Herðu, og að lokum, það var verið að selja íbúðina úr Sex and the City, sem sagt íbúðina sem var Carrie Bradshaw, sem var leikinn af Sarah Jessica Parker, bjó í þáttunum, þessi íbúður í New York, og söluverðið var heilar $9,8 milljónir eða 1,2 milljarðar íslenskara króna. Já. Jesús. Hvað segir þið því? Jesús. Nei, þú ert 18 ára, þá áttu að segja fuck. Eða eitthvað svoleiðis. Ok, fyrir ekki. Prófaði það, Nili. Fuck. Ég sérðu, hann er með þetta. Er það ekki? Fer þetta ekki mér vel? En getur þú talað með dimmari röddu, Nili? Við höfum aldrei reynt þannig sérstaklega. Nei, ef að pröfa það. Gæti það svona með raddþjálfun, gætur þú fara að tala eðlilega? Prófa að segja eitthvað svona með dimmri röddu. Góða kvöldi, góða fólk. Þetta er betra, sko. Er það ekki? Þetta er miklu betur en þessi rödd. Já, Nilli. Sko, Já. Hjöppi minn, sko. Já, Hjöppi minn. Já. Ég er að skemmta mér mjög konunglega hér. Nakin. Herri, þetta var gott slúður. Nilli, við þökkum þér fyrir þitt innlit og ég þakka þér fyrir þessa skemmtilegu refsingu sem þú ert að láta mig gangi í gegnum hérna í þættinum. Já, þakka þér. Bara skemmtileg. Og hlustundir geta séð þetta í 10. kynslóðinni á föstudagskvöldið í loka þættinum okkar. Jú, benni dagskrá. Já. Spennt fyrir því, Nilli? Jú. Enda veturinn. Þetta er samt búið að vera rosalega skemmtilegu vetur. Já. Þú er sammála því? Vonandi hafa áhorfendur skemmt sér jafn vel og við. Já, gleðilegt sumar. Ha ha ha. Herri, meiri tónlist. Það held ég nú FM 957 hérna með ykkur, Björn Bragi og Hjörvar. Við vorum að sjálfsögðu báðir að horfa á meistaradeildinni í gær. Já. Og varstu ánægður með úrslitin? Já, þannig að það er gaman að fá bæinn í úrslitaleik á heimavelli. Já. Það verður hressandi. Nákvæmlega. Ég held að sjálfsögðu með, ekkert að sjálfsögðu, ég held með bæinn í svona leik. Maður hefði svo veikur fyrir þjóðverjum. Já, ok. Svo agaðir og mættir snemma og ákveðnir og eitthvað svona. Og en þetta var svona fyrirfram eiginlega bjóst maður við hinum liðunum í úrslitum. Úrslitaleiki, já, Barcelona og Real Madrid, já. Þetta lækkar aðeins rostan í þessu svona spænsku montunum. Já. Og verður rosalega hroki í Spánverjum og þykist vera bestir og frábærastir og allt það. Já. Og ég held að niðurlægingin verður toppu síðan í sumar þegar Spánverjar verða ekki Evrópumeistara. Já. Hverjir heldur að verða Evrópumeistarar? Ég vona að Þýskaland verða Evrópumeistari. Já. Holland á líka séns. Já. Svo getur vel verið að svo er alltaf eitthvað lið sem geti komið óvart. Ef ég hefði sagt fyrir 8 árum síðan að Grikkland er Evrópumeistari, þú er ekki trúaði. Þannig að það getur allt gert í þessu kjaftaði. Holland hefur einu sinni unnið, er það ekki 88? Jó, það er hárrétt hjá þér. Já, takk fyrir að ég var að komast að ég vissi þetta. Veistu hverju skoruðu mörkin? Van Basten. Og einhver annar. Var ekki Gullit? Skalla heitt. Ég man ekki. Þetta var 2-0. 2-0 leikur 88. En hverju heldur að verði svo, hverju vinnir Champions League? Champions League. Þú ekki segja Bayern sé líklega. Það vantar 4 leikmenn hjá Chelsea. Já. Það vantar eins og 3 hjá Bayern. Já. En kannski mikilvægari leikmenn sem vantar hjá Chelsea. Samt ekki, sko. Þetta er eiginlega glórulaust að fara eitthvað að fullera hverju vinnar leikin. Þetta verður rándýr leikur en auðvitað hjálpar að Bayern að vera á heimavelli. Já, algjörlega. Ég er náttúrulega svo tvist í þessu sem er það, þú veist, að liðið í 4. sæti á
Englandi. Ef að Chelsea vinnur, þá missa þeir náttúrulega sitt sæti. Í meistaradeildinni, já, í meistaradeildarsæti yfir til Chelsea. Nú er þetta alltaf flókið. Það væri ekta Tottenham að missa því þannig. Já, það er nefnilega mínum enn í Tottenham. Þeir eru alltaf að fara að vera í þessu 4. sæti, þannig að ef að Chelsea vinnur, þá bara, þú veist það. En eftir þess að konunglegu skitu eftir ámót, þá eigið þið Tottenham eiginlega bara ekkert skilið að fara í meistaradeildina? Nei, kannski ekki. Nei, þú það. En höldum áfram rétt á eftir þetta. Heiðar Östmann í boði KFC og 1011. Kjúklingaborgari á KFC er máli. Núna. KFC, svo gott. Fögnum vorunu í 1011 með frábærum tilboðum í apríl. 1011, alltaf opið. Viltu slá þig í kaffitímanum? Vísir kynni samstarfi Datamarket. Upplýsingar verðlagsþróun, framleiðslu og eftirspurn. Utanríkisviðskipti, vinnumarkað og opinber fjármál. Vertu sérfræðingur og fylgstu með stöðunni á hagtölum í viðskiptum á Vísi. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja réttin. Kíktu á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Viltu svara kalli atvinnulífsins? Iðnaðar tæknifræði blandar saman tæknigreinum og viðskiptafræði og veitir þér forskot á vinnumarkaði. Háskólinn í Reykjavík. Kryddaðar fimmtudagar, öll fimmtudagskvöld á Hressó. Ljósvaki, M-band og Retrobot ásamt Bacardi og Ókart halda þér í stemmingu. Frítt inn en frjáls framlög til góðs málefnis. Hressó Austurstræti og GóGó Jógó. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 dagar. Kredia. Lakkeról, slettir úr körlunum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Loving You syngur Enrique Iglesias. Drull og gott lag. Hann söng nú eitthvað annað í óritskoðu útgáfunni. Þá ætla hann að gera eitthvað annað en að bara Þá ætla hann að vera glerharður. Já, þá ætla hann svo sannarlega að vera glerharður. En við erum glerharðir hér í FM 95 Björn Bragi og Hjörvar Hafliðason og til okkar eru komnir góðir og fallegir gestir. Þetta eru Haukur Harðarson og Edda Sif úr Skólahristi. Velkomin. Takk fyrir það. Af hverju þú ber? Voruð ekkert að hlusta á hann. Þetta er semst veðmál sem að ég er að taka. Við vorum að hlusta á leiðinni, sko. Já, ok. Það verður að refsa mér í 10. kynslóðinni. Ég vil ekki tala það meira. Okay. Þannig að þið verður bara að leiða hjá okkur og Edda, þú reynir að horfa ekki undir borðið. Já. Ég verður að segja að djöfull þið samt, afsakið, en flottir saman. Sko, þú varst ekkert að afsaka orðið djöfull. Þetta er gott og gilt íslenskt orð. Já, það er enda rétt. Já, það er engin ritskoðun hér. Ég sagði þetta í viðtali daginn í handboltaviðtali eftir landsleik í höllinni. Djöfull var þetta góður leikur hér, Guðjón Valur Öxlus, og hann var hálf hissa og hann bara fór í smá kerfi, sko. Má þetta? Ég spyr bara, má þetta upp á Ríkissjónvarpi? Greinilega ekki. Nei, ég held ekki, sko. Ég fekk smá ávítur fyrir þetta. En þið eruð að stýra Skólahristi. Já. Og það eru úrslit í kvöld, eða hvað? Já, heldur betur. Þetta er náttúrulega búið að vera mjög skemmtilegt í allan vetur hjá okkur og í kvöld. Er það? Já. Mjög. Horfur aldrei á þetta? Nei, ég hef aldrei hort. Við verðum að játa. Við vorum að tala um þetta áðan, ég og Hjöpi. Við höfum aldrei hort á þetta. Já, ok. Því miður. En þess vegna vildum við fá ykkur bara í persónu til þess að útskýra fyrir okkur hvað þetta er mikil snillt. Nákvæmlega. Þetta er nefnilega... Þú varst alltaf að raula við því að ég var með of gamlan mann í fyrra. Svo kom með ungan og fallegan mann og þá varst þú ekki að horfa. Það datt ég út, sko. Hún varst með eitthvað algjöran gamlingi að höra. Hérna það. Júrógummi. Júrógummi? Já. Mér finnst það að vera ógamall fyrir konceptið þá. Já. Einmitt, við líka komumst að því í gær. Við fórum í Lindaskóla í eitthvað tengslu við Skólahristi og þar voru 12 ára krakkar sem keppa ekki, en þar var okkar home crowd, sko. Voru þau bara, hvar er Júrógummi? Akkur er hann ekki að stýra sér? Þau voru svo ánægð að fá hugsa hí-hí. Já, er það ekki? Já. En hvað, eru þið ekki orðnar algjör stjörnur hjá krakkunum? Já, þessum krökkum greinilega. Já, þetta var svona léttur bíberfílingur yfir krökkunum sjálfum og þegar við komum að þá voru þau bara eins og geðsjúklingar, sko. Já. Og hér er hóverðin við völd, það er bara menn og líka sem við bíber hérna. Nei, það er ekki líka, já. Þetta kom svolítið illa út kannski, en þau voru geðsjúk, krakkarnir. Já. Og það er svolítið mikið... Ég myndir ekki segja hann að það fyrir geðsjúk, en þau voru hress og þau voru mjög skemmtileg. Já, þau voru hress og skemmtileg. Já. Þau voru bara, já, og þannig er svolítið stemningin hjá áhörundu líka. Já. Hvað hérna gerist í úrslitaþættinum? Hvað eru margir skólar og svona? Hvað er þessi krakkar að fara að gera? Þetta eru 12 skólar og það búist vel 3000 manns í höllina að fylgjast með. Okay. Keppt í 5 greinum, uppbyggingum, dýfum, hreistigreip, arfbyggum og hraðaþraut. Já.
ennþá svona labb út úr bíl og svo skellur bíl? Já. Já, það svona stjarnan okkar í keppninni, það hraðaþrautin sem við létum þann mann sem nú oftast fyrir framan mikrofónu sem þú fyrir framan Björn Bragi, Auðun Blöndal, hann fór þessa braut í vetur með villan naglbít og þeir gátu ekki andað þegar við komu og skelltu bílurinni. Já, því að við erum að senda ykkur á svona stjörnur í þetta. Já. Hver á bestur? Animist, heimsmeistari. Já, heyrðu. En það var smá svill. Var hún lyfjaprófið? Hún keppti Jón Jónsson. Já. Og hann var bara... Stóð hann í henni? Já, alveg vel. Stóð hann í henni. Hann var rosalegur. Já, hann náttúrulega í fáránlegu formi. Við höfum náttúrulega oft rætt það og við Hjörvar... Öllu leyti. Hvað hann að gera góða hluti á mörgum sviðum. Hatan. Allt í hennu var hann komið með eitthvað námskeið hagfræði fyrir börn eitthvað í Arjónbanka. Eins og þurfti að bæta einhverju við. Ég heyrði mitt viðtalið við hann í gær. Það var eiginlega óþolandi að rifja upp alla þá eiginleika og hæfileika sem hann hefur. En þá erum við ekki að tala um einn hlut sem ekki allir vita. Þú voru þið allir saman í Vestló? Nei, ekki Hjöppi, já. Þessi hlutur náttúrulega að hann með stærsta félag á Íslandi. Já. En hversu góðu formi þessi krakkar í? Þetta orðið, þegar ég var í grunnskóla, þá átti maður bara að hlusta á Wu-Tang og bara hanga út í sjoppu, Er orðið töff í dag að vera í gett góðu formi? Það virðist vera, og Hei, býttu aðeins, leiðum við henni að tala aðeins. Já. Hún kemst ekkert að. Nei, ég veit, hann svo mikið dífa, það svo erfitt. Nei, hann þessi krakkar í algjöru ruglformi og við stöndum bara þannig og bara eins og einhverju hlunkar, En þeir eru nú ekki með svo háa fitupróstu sjálfsamt. Hún var 7,7 einu sinni. Einhver stjarna þessu? Einhver ástæða á ég að tjúna þetta inn af því að það einhver bara einhver... Það bara eitthvað Gunni í Myllubakkaskóla. Það var endar Jóhann í Myllubakkaskóla. Já. Það var stærst sem gerði 177 árbið. Haukur, má ég einhvern tíma? Hún ekki að fara að keppa í kvöld. Haukur. Aðal stjarnan ekki að vera að keppa í kvöld? Nei, hún skólinu komst ekki áfram. En frændennar búinn að lýsa því yfir að hann ætla að setja með í upphugingum. Þannig að það eitthvað til að fylgjast með. Ok. Og svo hann að Valgarðun okkur úr Lindaskóla. Ok, Kópavoginum. Ok. Snælandsskóla með liðana? Nei. Ok. Nei. Herðu, við ætlum að... Það að tala bestan árangur í hverju grein. Það Íslandsmetið í uppbyggingum. Og það alltaf 58. Hvað getur þú gert margar Hjörvar? Ég get svona 8. Já. Svona steindauðar. Ég geti aldrei gert meira en 10. Þetta nefnilega, þú veist þessar tölur og 177 arbeigur. Hreisti greip að hanga bara svona í 6,5 mínútur. Ekki samt eitthvað svona Hitlers-esku feelingur yfir? Ekki við aldrei verið að fara illa með börnin hana? Edda, hvað segir þú? Yfir til mín? Já. Nei, alls ekki. Þau koma sjálfum sér líka á óvart. Þetta mjög svona gutti stemming og ekkert svona eitthvað harðneskja, Það sem líka, þau eru bara að lifta eigin líkamsþyngdum, Já, en verður eitthvað Hjalti Ússus eða Andrés Guðmunds að berja áfram? Hann slæst við andstæðan. Jú. Ekki Andrés Guðmunds? Andrés og Pétur, bræðurnir, þeir eru bara huge. Þeir eiga þetta koncept. Þeir eru bara eins og eitthvað annað, Þau hjónin, Andrés og Lára. Já, þeir hafa make multi-billion dollars á Ég vona það. Dæmi. Þetta svolítið cool að búa til svona koncept og að virki. Þetta gott. Herðu, við ætlum að halda áfram með Hauki og Eddu hérna rétt á eftir því að það svo gott að vera með þeim. Og næsta lag heitir einmitt So Good. Með B.O.B. hér í FM 95 Björn Bragi og Hjörvar með ykkur og hjá okkur eru Haukur Harðarsson og Edda Sif úr Skólahreysti. Eru þið kærustupar? Nei. Nú? Langt frá. Nei, alls ekki. En við höfum eins og verið spurð ógeðslega mikið að þessu. Já, ég hef líka fengið að staðfest, að við séum par. Þetta er bara spurningar sem er að berast inn hérna í gegnum Facebook FM 95. Já, þú menar. Já, spurðu þið hvort þið séu saman. Ég skil alveg, þú veist, pælinguna. Við erum svona svipum aldrei og erum í þessu samstarfi. Bæði falleg. Þú óaðfinnalega í rauninni. Þú íslenskur Bieber. Hún algjör Selena Gomez. Ég er alltaf með Bieber-Kristina. Hún verður frumsýnd í kvöld. Er það? Já. Er þetta Bieber? Já. Þannig að það er staðfest að hérna... Það er staðfest. Við erum ekki saman. Þeir eru ekki saman. Við erum með þess að bæði að deyta, Annað. Já, ok. Hvernig er þetta? En við ætlum ekki að tala meira það hér. Nú, ok. Við heldum kannski að þú fengir redduna í ár. Fyrstu með þennan. Hver bjalla? Er ekki eins og klapp eins og í magasín? Jó, ég bara svo nýlega byrjaður hérna, Ég verðst að hrósa þér fyrir
kunnáttan á tökunum. Já, takk fyrir það. Mjög flottir. Já, við ætlum ekkert að minnast á það að það er hérna tæknimaður hérna í Gunnar Sveita Galla hérna í horninu. Þess að stökkva inn þegar ég helli sýru yfir allt borðið hérna. En við vorum að tala um sólarlandaferðir. Já. Var ekki? Jú. Hjöpi, þú stefnir á drastlferð í sumar. Já. Nei, mér langar að fara bara í sól. Ætlið þið í sól? Já. Þetta? Já. Hvert ætlið að fara? Byrjum á Eddu. Ég ætla að fara allavega til Barcelona í september. Nóa sól þar. September í Barcelona, það er ekki sólast. Það er borgarferð, sko. Jú, víst, þú veist. Við erum að tala um eitthvað Ibiza eða Costa del Sol eða Benidorm. Benidorm með Hjöppa. Já. Benidorm með Hjöppa. Kottu með Hjöppa K til Benidorm. Farastjóri, Hjöppa K. FM 97, Hjöppa K. Hjöppa K og börn kynna. Bene Hjöppi. Já, 2012. Og dasgráfin, Vassenubröð, já, ég myndir þetta. Þetta hljómar reyndar ekki. Ég myndi skrá mig þessa ferð. Gott að En ef hún var ekki boðið, þá er ég að pæla að blanda saman svona borgarferð og svolítið svona fancy sólarferð. Borgarströnd. Já, Borgarströnd. Haukur svona típa, hann fyrir bara til Dubai. Nei, fara til New York og ég hef aldrei komið á þarna og fara svo yfir til Kaliforníu og frændi minn var að flytja á hann. Geta fengið að gista þarna ókipis. Santa Monica Beach. En byrja í New York. Já. Stóra eplið. Akkurat. Bjössi, ert þú að fara eitthvað? Ég held að ég er náttúrulega bæði í einhverju sjónvarpstóti og svo er ég látin vera hérna í útvarpinu og ég held ég fá ekkert að gera neitt annað en bara vinna. Ertu þræll 365? Ég er þræll 365. En á þeim nótum, þegar skólarhristi lýkur, hvað eru þið að fara að gera? Þá er ég að fara aftur að detta á bara svona fréttavaktir sem íþróttafréttamaður og svona alltaf mjög fljótlega hefst EM hjá okkur RÚV. Já. Og ég verð að lýsa leikjum þar og þannig var alltaf að leita svona sumarvinnu þegar ég var yngri, þú veist, sem var hentug upp á að geta hætt að vinna og horta á leikina að þess að vera með samanskapið og var að vinna á einhverjum spítölum og í garðvinnu. Spítölum, já, nokkrum. Sem vaktmaður og spítala. þarna yfirmaður í unglingavinninu og svona og hleypti krökkunum fyrir heim til að geta að fara að horta á, þú veist, Portugal, Frakkland eða eitthvað. En núna held ég sé komin í fullkomna vinnu fyrir það. Sem er að lýsa leikjunum. Já. En þú veit það? Við ætlum náttúrulega að byrja á því að skemmta okkur mjög vel á árshátíð RÚV á laugardaginn, Haukur, ekki gleyma þeim. Já. Nú svo ætla ég að skila BR-ritgerð. Já, í hverju? Vonandi, í almennum málvísindum og íslensku. Rólegur kífer, 10. maí ætla ég að gera það. Svo ætla ég að fara í tvöfalda endajaxlatöku. Þetta er bara sæla framöndan, sko. Já. En svo fer ég að detta inn á hérna vaktir á íþróttdeildinu upp á RÚV, þannig að það verður 4 sumar. Ég veit ekki hvort dagskráin er skemmtilegri, annars verður að horfa á leiki á EM eða ritgerð og endajaxlataka. Já, þetta er erfitt, sko. Já, þetta er gott. En ásatíðinu fyrst, en þú stóðstu vel, heyrði ég, sem kynnir og veislustjóra á 365 ásatíðinu en Helgi Seljan alltaf er okkur. Treystur honum í jobbið það? Það eru góð spurningar, hann að fara að grilla starfsmennina? Ég held nefnilega ekki eins og þú gerir við þína kollega. Nei, hann ætti kannski að gera það. Það var mjög skemmtilegt. Má ég segja hann hringið þig? Hjöppi, þú varst þarna, var þetta? Já, þetta var mjög flottur. Þú ert æðislur. Takk. Þið eru æðisleg. Haukur, þetta var gaman að fá okkur. Já, gaman að fá okkur. Takk fyrir okkur. Allir að horfa bara í kvöld, kl. 8. Nei, horfum við á Stöð 2 frekar. Heyrðu, takk fyrir þetta. Er ekki komin tíma á eitt ferskan og góðan línubát? Röllabáta. Breyttiður úr snjallsíma eiganda í snjallsíma notanda með Vodafone. Inkasso býður milliinnheimtu og löginnheimtu fyrir fyrirtæki af öllum stærðum. Þitt fyrirtæki nær árangri í innheimtu með Inkasso. Kynntu þér málið á inkasso.is eða í síma 520 40 40. Inkasso. Getur þú treyst því að pítsan sem þú pantaði sé örugglega nýlöguð og með hágæða og fersku hráefni sem unnið sama dag og þú pantaði pítsuna? Þú getur að minnsta kosti treysti hjá Dominos. Við bjóðum meiri gæði. Dominos 58 12345. Amino Energy frá Optimum Nutrition er einn vinsalasti orkudrykkurinn á Íslandi í dag. Hvort sem þú ert að byggja upp massa, passa upp á mataræði eða vantar auka orku og æfingum, þá hentar Amino Energy fullkomlega. Perform.is, Holtasmára 1, Kópavogi. Dílar.is í dag. Gæða bylti eða slaufa á aðeins 1250 í stað 2500. Dílar.is, fyrir þá sem vilja meira fjör. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaðu daginn, fáðu þér Tromp.
Kæru OB-lykilhafar, hér áríðandi tilkynning frá Óttari Bendir. Í dag fáið þið 7 króna afslátt af lítranum hjá OB og Ólís með OB-lyklinum og 4-falda vildapunta Icelandair. Afsláttur allan hringinn. Með OB-lyklinum. Partizón Lounge Session á Esju 50-dagskvöld í Bombay Feeling. Esja, þar sem helgin byrjar á 50-dögum. Úrslitaeinvígið Íslandsmeistaratitilinn heldur áfram. Þór Þorlákshöfn Grindavík í beinni á Stöð 2 Sport í kvöld klukkan 19. Fáðu þér áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. Það held ég nú, Pitbull fær að sjálfsögðu að heyrast hérna hjá okkur Hjöbba. Þeir eru að hlusta á FM 95 Blö. Og talandi góð lög, Hjörvar. Já, talandi góð lög. Gef ég þér orðið. Það komið að góðu lagkeppni. Já. Þá ætlum við að keppa hérna. Já, hvor okkar getur spila betra lag. Já. Og ég heldur sem báður klárum með frábær lög. Við erum það svo sannlega. Þú hefur náttúrulega keppt í þessari keppni áður. Þetta er frumraun mín að þreyta þessa keppni. Og ég með grútvartlag í dag, sem eiginlega ekki hægt að tapa með. Okay. Mér finnst rosalega leiðilegt að tapa, en ég verið að tapa dálítið mikið fyrir Auta. Af því Auti googlar bara best songs of all time, sem fer vel út í alla, sko. Já, svona eitthvað sem að, og vinnur það með svona þeim hætti. Meðan að ég sko hræddur við að taka sénsa og fara í svona harðari lög og ég einmitt í harðari kantrum í dag. Ok, viltu kynna eitthvað lagið? Já, það heitir með Maja og heitir It's All About the Money. Ok, ef að blasta það í gang bara? Blasta það í gang, fáðu fríkónundir að hjálpa þér. Já, heyrum þetta hérna. Hækkaðu þessu, þegjum bara. Sko, ég verð að játa að þetta er rándýrt lag hjá þér. Þetta er geggjað lag og ég hef búin að geyma þetta lengi, þetta lag. Já, þetta er að mínu viti er þetta eitt besta lag og þetta fær maður líka til að hugsa. Já. Hlusta á textan í þessu lagi. Þetta snýst allt orðið peninga, eða? Já. It's all about the money, it's all about the dam-dam-da-da-dam-dam. Hækkaðu þessi í henni, tökum hérna viðlagið. Þetta lag er svo gott hjá þér að Rikki G er mættur hérna 70 mínútum áður en hann byrjar bara til þess að segja okkur hvað þessi gott lag. Já, ég meina, ég hef búin að geyma þetta lag alveg í skúfunni og þetta er bara tromp sem er ekki þetta að vinna. Rikki G, útvarps legend, viltu segja einhver orð þetta lag? Þú getur glemt þessu bara. Ok, þetta var stutt og laggott. En þið vitið hins vegar ekki, ég ætla að stoppa þetta núna, þið vitið ekki hvað ég er með í pípunum. Það er lag, sko, ég játa alveg, þetta er mjög gott lag hjá þér og ef ég væri ekki með svona gott lag lænað upp, þá myndi ég kannski tapa þessari keppni. En hlusta á þetta. Æ, vá. Manstu þessu? Ætlar að splæsa í þetta? Þetta er rándýrt lag. Svona er þetta bara. Hækka þessu. Þegar Magic Johnson labbar hann á völlinn, þá þarf að senda Michael Jordan á móti. Þetta Desri með lagið Live sem að gera allt vittlust hérna 98. Þetta er geggjalag og líka aftur góðu texti. Já, mjög góðu texti. Live, oh live, oh live. Það þarf ekki að flækja þetta meira. Nei, það er náttúrulega og þetta er líka catchy. Já. Rikki, viltu fella dóm þetta lag? Já, þetta er... Það hefur ekki bara lefðið stundum að dæma þetta. Hækka eins í svona. Ok, þetta. Oh live, oh live. Það held ég nú og við ætlum að sjálfsögðu að fá hlustundur til að dæma þetta. Númerið er 511-0957. Það er Hjöppi með All About The Money og Björn með Life með Desri og fáum þá bara fyrsta hlustandan. FM, góðan dag. Halló. Já, sæll og blessaður. Hvað segir þú, gamli? Góðan daginn. Góðan daginn, varstu að hlusta? Ég er að hlusta. Og hvernig leist þér á þessu lög? Þetta var í aðeins vannari kantinum en samt fint. Já, nákvæmlega. Við erum svolítið á mjúkunótunum inn í dag. Hvort stannst þið betra? Ég verð að segja Hjöppið. Ég hef heyrt áður nokkur sinnum og það var heldur gott. Þetta er hrikalega gott lag, sko. Hefur ekkert heyrt live-lagið? Já, eitthvað einu sinni útvarpið. Eigum að taka viðlagið saman?
It's all about the money. It's all about the dum-dum-da-da-dum-dum. Finnst þetta gott lag? Þetta mjög gott. Þetta frábært. Herru, takk hérlega fyrir þetta. Já, ekki máli. Það reyndar, já, ok. Herru, FM, góðan dag. Já, hæ. Hæ. Það grínast í mér, eða? Býtu? Hvort lag betra? Sko, hvort gott. Hvort Hjálpa lag var betra. Hjálpa betra? Því ég held að hvort eitthvað vilja vinna. Finnst þér, veitu, ef að taka viðlagið saman? It's all about the money. It's all about the dum-dum-da-da-dum-dum. Ég veit. Þá vil ég minna á Life, oh life. Já. Oh life. Ok, en ég vann þetta sem sagt, það 2-0 fyrir mér og þakka ég kærlega fyrir þetta. All right. Takk fyrir þetta. Bye. FM, góðan dag. Já, góðan daginn. Ég bara 5 ára síðan. Dum-dum-dum-dum-dum. Ég tólka þetta sem að þetta hafi verið atkvæðið fyrir þig. Já, 3-0 held ég. Já, og takk hérna viðbót. FM, góðan dag. Góðan daginn. Góðan daginn. Á Svennu Illu, þá verði nú að velja live. Já, live, oh life. Oh life. Takk fyrir það, vinur. Það er enda frábært lag líka. Takk hérlega. Eru 4-1 fyrir þér hjá Big? 3-1 eða ekki? 3-1, já. Var það 3-1? Það er 3-1. Nú, ok, uppi hvað er þetta? 5. Ok, uppi 5. FM, góðan dag. Góðan daginn. Sæll, vinur, hvað segirum? Ég segi bara það besta. Hvernig leist þér á þessu lög? Mér finnst það bæði mjög góð. Ok. Og þetta er erfitt val, en ég verður að kjósa Oh Life. Já, takk fyrir það. Hérna er að hringja maður með góðan tónlistasmekk. Hann er að fíla bæði lögin. Hann velur live. Það er líka frábært lag, ég sammála því. Við þökkum þér kærlega fyrir þetta. Já, minnstamál. Takk. Bye bye. FM, góðan dag. Sælimestrar. Sæll, vinur. Herðu, við hjónin, við vorum samanlega að Björn Bragi var með þetta. Já, ég er búinn að jafna, það er 3-3. Já, það er líka geggjalag. Svo vorum við uppástungu að vera skemmtilegur innlegg. Ef Nilli myndi taka hjálpa í smá talkynnslu. Á, hendilega. Það er 10 mínútur eins og Nilli. Ok. Það er bara aldrei að vita nema við tökum upp á því næsta fimmtug. Það er bara mjög fín hugmynd. Ekki bara vera vænin, sko, heldur með orðin líka. Já, nákvæmlega. Jesús. Kennum við eitthvað frasa. Eru takk fyrir þetta. Það er 3-3 og 3-3. Mjög spenna. Upp í 5. Hvað er þessi gæði að gera? Þessi gæði er stattur og við tökur á Alien 5. FM, góðan dag. Já, góðan daginn. Sæl, vinur, hvað varst að hlusta? Ég var að hlusta. Ok. Og ég er bygg á. Gæði kærlega fyrir þetta. Fílar boðskapin í þessu lagi? Ádeiluna? Þetta er miklu dýrar lag. All about the money. Þetta er gott lag. Ég bara hækkaði og ég myndi vilja heyra þetta til enda. It's all about the dum-dum-da-da-dum-dum. Við spilum með þetta lagi sem vinnur, þannig að það er 4-3. Við sjáum hvort að úrslitin ráðast í næsta hlustanda. Takk fyrir. Og FM, góðan dag. FM, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herru, ég myndi segja live af báðum góðum lögunum, sko. Þetta er æsist að 4-4. Hefur þetta einhvern verið svona spennandi hjá því? Nei, ekki oft, sko. Ég vil eitthvað hann búin að rúlla mér upp, sko. Já. En þannig að, sko, núna erum við báðum með frábær lög, sko. Já, en finnst þér ekki eins og þessi ádeila, þessi peningádela, finnst þér ekki eiga svolítið við í dag, nú þegar allir eru blankir og þessi pæling að it's all about the money, it's all about the dum-dum-da-da-dum-day. Veist hvað að meina með dum-dum-da-da-day? Nei, ég hef ekki hugmyndir það, en þú veist, maður líka um lífi, sko, maður á ekki bara þessum pening, sko. Ég veit það, en hún er að gaggrýna hennan hugsunátt. Já. Á hverju eru allir hugsa um peninga? Stundum vill maður bara syngja um lífið. Er ekki stundum betra að hugsa um the dum-dum-da-da-dum-dum? Stundum, ekki alltaf. Ok, já, heyrðu, takk hérlega fyrir þitt aðkvæði. Takk fyrir þetta. Það er úrslit aðkvæði. Úrslit aðkvæði, það er 4-4. Þetta hefur aldrei, ég hef aldrei upplifað aðra en spennu. Herru, fáum þá síðasta sem er að fara bara að gefa... Ég var rosalega fúllega í tapað þessu. Ég líka. FM, góðan dag. Jöppi Ká. Takk fyrir það. Herru, þú ert með lagið í gangi að þú er aftur að landa penning. Heldur betur lusti. Já. Þetta er... Já, ég er ánægð með... Þetta er svo flott lag. Viltu meina að þetta snúist allt um peningana? Já, klárlega. Já, það er kærlega fyrir þetta. 5-4 fyrir kallum. Hann er líka frændi með hann Jöppi Ká. Já, þá er þetta ógilt atkvæði. Nei, takk fyrir það. Takk kærlega fyrir þetta, kallið minn. Takk fyrir þetta, vinnur. Já, blæsaður. Herru, fáum bara að heyra sigur lagið, Jöppi. Til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir
Magazín. Virkamótna klukkan 7. Hvenær haldið þið að það sé í lagi að leysa vind fyrir framan mannskinn sem þú ert að deyta eða hitta? Sko það er þannig klárlega ekki á fyrsta deyti. Ég og kærastinn minn vorum búin að vera saman í það bil ár, eða gerðist í fyrst skipti. Við erum komin núna á 4. ár saman og núna er þetta orðin keppni hvenær er að prumpa herra. Alla virkamótna á FM 957. Nú færðu 15 króna afslátt af lítranum í 10. hvert skipti sem þú greiðir með OB-lyklunum. Kynntu þið málið á ob.is og sæktu lykil. Afsláttur allan hringinn. Hafðu hljóð sem best ef þú ætlar virkilega að njóta þess. Sennheiser heyrnartól fyrir alla. Grensásvegi. Fylgstu með úrslitakeppninni í N1 deildinni á Vísi. Umfjöllun og viðtöl við leikmenn og þjálfara liðana strax eftir leik. Fylgstu með í íþróttum og í sjónvarpinu á Vísi. We are at war. Marvel og Arion banki kynna. The Avengers, Iron Man, Thor, Captain America og Hulk eru mættir í stærstu ofurhetjumynd allra tíma. Mynd sem þú mátt ekki missa. And there's me. The Avengers, frumsýnd 27. apríl í Þrívídd. Komdu á happy hour á hamborgarafabrikunni í kvöld. Vertu glaður með vinum þínum. Svo skutlum við frítt í bæinn. Hamborgarafabrikan. Smárabíó í samstarfi við Stöð 2 Sport 2 kynnir risaleikurinn Manchester City Manchester United í beinni útsendingu á mánudaginn í Smárabíói í hágæða Þrívídd. Fyrstir koma, fyrstir fá. Miðasala hafin á miði.is. Sjáðu úrslitin ráðast á Krítatjaldinu í Þrívídd. Smárabíó og Stöð 2 Sport 2 saman í Þrívídd. Fimmtudagsbomba Pepsi í skemmtigarðinum Smáralind. Komdu og leiktu þér á fáránlega góðu verði. Núna er rétti tíminn til þess að leika sér. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaðu daginn, fáðu þér Tromp. Frábær helgartilboð í Krónunni. 10 krónupilsu í pakka á aðeins 398 krónur. 4 grillborgara með brauði á aðeins 599 krónur. Blandað bautabúrshakk á aðeins 998 krónur kílóið og ferskar kjúklingabringur á aðeins 1998 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. FM 95 Blö. Alla virkadaga frá 4 til 6 á FM 957. Hér með ykkur, Björn Bragi og Hjörvar Hafliðason. Hérna rétt á eftir koma þeir Pétur og Kristmundur Axel úr bláum Opal. En það er komið að því sem að ég veit að margir hafa beðið eftir og það er að heyra í miklu meistara, grínistanum og uppistandaranum Brjáni Breka. Hann var nú nokkuð harðorður í minn garð í síðustu viku, talaði þarna að ég væri með þvag í hausnum og hann ætlaði að mölva í mér stellið og ég veit ekki hvað og hvað. Ég ætlaði hérna aðtöga hvort hann svarar mér núna. Ég er mjög spenntur fyrir því að heyra í honum. Veitum við? Jú, það hringir. Sí, señor, por favor. Halló. Brjánn Breki? Það er hann, það er meistarinn sjálfur. Hver er þetta? Þetta er Björn Bragi hérna, ringið úr FM 95 Bjö. Sæll, skíthæll. Sæll, vinnur, hvað segirðu? Hvernig syngur þér? Ég er medium rare. Ok. Ég fattaði bara að segja medium rare, það er nefnilega besta steikin. Þannig að ég segja þetta að menn segja, hvernig ertu? Þá segja ég medium rare. Já, ertu svona eins og steik? Já, ég er bara medium rare, bara eins og besta steikin. Það er eitt sem ég verði að ræða við þig. Já. Varst þú að kalla sjálfa þig B.B. King út allan bæ? Nei, ég get nú ekki sagt það. Uddi hefur svolítið verið að kalla mig í þættinu bara. Ég hef kannski svona einu sinni tvisvar í einhverju gríni. Ég sá þú varst alveg brjálaður yfir þessi síðustu viku. Þú verður að skilja það. Ég er búinn að vera að markaðsetta sjálfa mig sem B.B. King. Já, ég er ekki að taka það að þér, sko. Ég var brjálað. Ég og frændi minn rúntuðum allum að mölvu þér, sko, stellið. Já, er það? Þú vorum brjálaðir. Nei, er það? Svo, en þú ekki. Slaka á, elsku kallið mín. Ég hitti síðan vinkonu mína og við erum í Skviðmáður og hún sagði mig, engar áhyggjur, það er bara eitt B.B. King. Þannig að ég er alveg medium rare, elsku kallið minn. Já, ég er allavega ánægður að heyra að þú ert ekki reiður út í mig. Já, þetta er ekkert mál, en
Vissið þú að ég og Svepp erum bestu vinir? Var ég einhvern búinn að segja þér það? Nei, er það rétt? Ég held að hann og Öddi og kannski Eiður Smári væri svona meira bestu vinir bara. Nei, Öddi og Eiður Smári, þeir monta sig aðeins meira því að þekkja hann en ég. Já. Þess að ég og Svepp erum bestu vinir og til dæmis fattaði ég upp á þarna Sjómle. Ég á það þarna, Sjómle. Ég á það allt. Þannig að lagið sem þér gerðu þannig í fyrra? Já, það er svona orðið Sjómle. Ég bjóða til. Já, ok. Og að því að ég og Svepp erum bestu vinir. Já. Hann er kóngurinn. Já, hann er flottur. Sveppi. Já, hann er mjög flottur. Já, ég var komið með eina dúkku heim til mín daginn. Já. Það er bara, doing what? Egg! Ég skil þig. Þetta var bara búin að gera Magic Stickið klárt. Já. The Magic Stick. Já. Og þá sagði hann, þetta er ekki hægt, ég er með sveppasýkingu. Þá sagði ég við hann, býta þess, ég þarf hringi Sveppa. Já, ok. Sveppa, sko. Já. Þá hringdi ég hann er útnefndur núna. Já. Það sagði hann. Ég sagði hann, ég er með dúkku. Hún er með sveppasýkingu. Hvað segir þú, Sveppi? Hvað er ég að gera því? Og hvað sagði hann? Þá sagði Sveppi að þetta er meðan svo gott. Jú, þetta er klikkað. Þá sagði Sveppi, jú, þetta er klikkað. Sagði þetta bara? Já, þannig að núna alltaf þegar einhver gæði segir eitthvað engið og segja alltaf vel. Jú, þetta er klikkað. Þetta er bara hommar fara svona mikið í sund. Nei. Hvernig er ég að vita? Ég er ekki hommi. Svo hringdi ég frænda minn daginn. Já. Hann sagðist þér að horfa á kvennabolta. Já. Ég bara, kvennabolti? Er hann með eitthvað fleiri götum og eitthvað svona? Ok. Kvennabolti? Já. Ég skil þig. Já, þá hann grenja alveg hlátri en þá var hann bara að horfa á sem þetta stelpur að keppi sem handbolta. Já, ég skil þig. Ok. Já, þannig að en hann er reynda með þvag í hausnum sá gæði, sko. Er það? Já. Þú varst að segja að ég var... Það er góðar auglýsingar með hann sem að gera allt með tippinu, með borðtennis og borða sjöri og svo allt það. Já, 1x2. Það er með tippinu. Já. Þvílíkur meistari sem samtið það. Nú? Nei, ég veit það, ég var aldrei hlegið hann mikið. Það er komið ný biskup. Já. Kjelling. Já, ég sá það. Ég var einmitt að pæla í einu það sem hún fýl ekki trú på hann. Já, ég sko, þú veist, þetta er svona, kannski svona grín, eða svona, ef ég ætti að koma með eitthvað ráð, þá ég myndi svona aðeins reyna að finna línuna, þetta er kannski ekki alveg svona, alveg húmor sem... Ok, ég ætla einmitt að bara taka ráð frá þér hvernig ég ætla að búa til grín. Ég bara svona... Þetta er eiginlega besti brandarinn sem ég hef höfði allan dag. Já, ég ætlaði bara svona að segja þetta á vinsælegu nótum svona, þú veist, kannski biskup... En veistu hvort það sé búið að selja hann? Selja hvern? Helga á Rúf. Helga? Helga Seljan? Helga Seljan. Já. Þú að selja hann? Nei, ég veit ekki. Nei. En segðu mér eitt Björn Bragi. Já. Hefur eitthvað heitt í þetta? Eitthvað aðeins, ekki mikið? Ég var nefnilega að pæla því að ég ætla að láta hann kaupa hann fyrir með Síkó. Annarkort að kaupa bláar Winston í hörðum eða sem sagt Classic Red. Já, er það samt, er ekki allir hættir að reykja? Hætt að reykja, ok. Já, er það ekki alveg búið? Já, ég er spáið að veita þér velun fyrir lélegasta hugmynd allra tíma. Hvað? Og í velun færðu 10 kjaftsök í andliti að eigin vali. Já, ég held að þetta sé komið gott brjótt í bili. Ég ringdi hérna búð. Já. Já. Ringdi og sagði, er Jack Nicholson heima? Er Jack Nicholson hérna? Já. Nei. Nú, en Indiana Jones. Þá sagði konan aftur. Nei. Býtu, er þetta ekki Jack and Jones? Já, ég skil ekki. Ég skil ekki, heyrðu, þetta er... Herru. Það er veistu, mannst þú, að ég þarf aðeins að rekna veistu hvað 64 pluss 5 er? Já, það er 69. Herru, býtu engan tónaskap. Já. Herru, flott er, Herru, það er ef við kannski að fá okkur eitthvað í glasum helginu og eitthvað. Já, hvað hefur það í huga? Bara eitthvað, kíkja bara út, bara ég og þú og kannski að reyna með einhverja dúkur. Já, Fílað þú júllur eða? Stóra júllur eða? Hvernig, ég fíla það nefnilega,
Já, ekki bara ræða þetta. Eitthvað bara á lífið eitthvað. Já. Það er óskalag. Já, hvað viltu heyra? Summer of 69. Summer of 69, er það uppáhaldslagið þitt? Það er mitt lag núna. Já. Summer of 69. Já. Herri, ég held ég geti fundið það fyrir þig. Er það ekki? Jú, heldur betur. Þá hérna kannski fá okkur eitthvað í glas og eitthvað helgina, ekki? Við gerum það, ég er meirinn til í það, Brjón. Ok, þú ert mjög nálægt í að fara að vera meistari. Ég vil gleði það með að heyra það, maður. Það er kannski ekki nálægt í að þú verður kannski hitta einn. Herru, ég heyri þig, Karl. Já, takk fyrir þetta. Skítið þig. Já, takk, bye. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsalustu lögum landsins. Íslenski listin, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans er Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Smálán hratt og örugglega akkurat núna. Hraðpenningar.is. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja rétt þinn. Kíktu á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Frompaði daginn, fáðu þér fromp. Taktu þátt í sumarleik Lays. Lays Snack stendur fyrir skemmtilegur leik þar sem Lays mun gefa 1 stykki Lays í spa heita pott á hverjum virkundegi frá 1. maí til 15. júní. Leikurinn er einfaldur. Farðu inn á lays.nu, lækaðu á Lays Æsland á Facebook, settu myndaðir með Laysboka og þú ert komin í pott. Hver veit, þú getur verið svamlandi í þínum eigin Lays í spa heita potti í allt sumar. Kveðja, Lays. Kryddaðir fimmtudagar, öll fimmtudagskvöld á Hressó. Ljósvakki, M-Band og Retrobot ásamt Bacardi Ókar halda þér í stemmingu. Frítt inn en frjáls framlög til góðs málefnis. Hressó Austurstræti og GóGó Jógó. Viltu koma með okkur í krefjandi göngu þann 1. maí? Við höfum byggt upp öflugt velferðarsamfélag með þrotlausri baráttu íslensks launafólks. Við viljum vinna saman að úrbótum og uppbyggingu en höfnum úrræða á aðgerðaleysi. Fáðu þér krefjandi heilsubótargöngu í góðum félagsskap þann 1. maí. Það gerir okkur öllum gott. Berjumst. Vinna er velferð. Hér er ein ástæða mörgum fyrir því að kaupa bíl hjá Toyota betri notuðum bílum. Lágmarks ábyrgð 12 mánuðir. Toyota, betri notaðir bílar. FM 95 Blö er í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Pása þetta, þú bara keirur þetta ekki í gang. Við ætlum að tala eins núna. Já, þá voru að pása þetta. Af því að við ætlum að gefa þessu lag, þetta var svo gott lag sem að lættist þannig inn. Sorry, ég bara er að þetta er 4. dagur. Og samt búin að standa mjög vel á tökunum. Já, veistu, ég segja hvað gerist. Ég glemdi að setja svona stopper aftan á Live My Life af því að við vorum að bæta því við. Og ætlum að fara að tala hvað þetta er gott lag frá Justin Bieber. Það er alltaf hann að heyra í kallinum. Þetta er híkala gott lag. Já, hann er flottur strákur. Gonna live my life. Ertu ánægður með Bieber núna heldur en þegar hann var í baby-dæminu? Nei, ég var alveg jafn ánægður sko. Það var alltaf verið ánægður með Bieber? Já, hann har aldrei farið tjóðunar með svona drengur. Nei, hann er flottur. Herðu, við vorum að lesa frétt. Já. Þetta er fréttagsins í dag. Ég held sko, ég leit á dagatalið og ég held að það væri 1. apríl þegar ég sagði þetta. En það var verið að tala að konur væru að fá fatlaðarstæði í bílastæðahúsinu í Hörpunni. Og ég ætla að nefna ekki að lesa alla fréttina en það var semst bara, og kvóta þarna í einhverja konu. Konur eru oft óöruggar og líður illa í slíkum húsum. Ég veit ekki hvort þetta er rétt. Þetta er rétt. Þetta er rétt, segir þú? Já, ég styði þetta alveg 100%. Þú styðir þetta? Já, sjálfsögðu. Er þetta ekki móðgun við alla aðila málsins?
Þú getur alltaf móðgast yfir öllu og vilt það, sko. Já. En ég meina, eldri konur að þurfa að vera í einhverjum kjallara sem að fólki líður ítli. En eldri menn? Ég vil ekki heyra. Eldri menn eru glerharðir, búin að vera á sjónum og eitthvað svona, sko. Það ekkert vesen. Ok, en þú veist, veikir? Veikir, þá ég að fá fallarastæði, sko. Ok. Þá ertu með eitthvað vesen að þau, sko. En bara 20 hress pía sem að kemur og leggur bílinn sínum, á hún að fá eitthvað fallaðarastæði bara þegar hún kona? Já, kannski á háum hælum, getur ekki verið að ganga eitthvað erfitt eða svoleiðis. Já. Lefinu bara að fá gott stæði. Mér finnst það bara sjálfsagt. Ég er náttúrulega feministi og mikill herramaður. Já. Þannig að það er svo sem ekki óeðlilegt að ég sé sammála þessu. Já, ég hérna, mér finnst þetta bara svo, mér finnst þetta glatað, en einmitt út af því að mér finnst þetta svo eitthvað niðurlægjandi fyrir konur. Að þú veist, er verið að segja að Hefur þú labbað eitthvað í háalegum skóm? Hefur eitthvað sett í þeirra spór? Þurfa þær að hafa sama aðgengi og fatlaðir? Nei, en veist hvað, þægilegt að þurfa bara að rölda stutt inn. Já. Sem að sé líka kalt, oft vilja þær líka klæða sér, kannski mæta léttklæddar einhvern skemmtilegan fagnuð þetta. Já. Er þetta svona einhver herramennsku fítus? Það er það. Þú lærir þetta og eldist. Já. Þetta kemur í mann svona þegar það líður á. Já. Þannig að ég fagnaði þessari frábæri hugmynd. Ok, en það voru greinilega ekki allir jafn hrifnir en þú, því að svo kom bara klukkutíma seinna önnur frétta sem að var búið að hætta við þetta. Það er búið að hætta við þetta? Já. Ég sé hérna á Vísi, þetta kom inn núna bara fyrir, cirka klukkutíma síðan. Stjórnir í Hörpu hafa ákveðið að breyta merkingum í bílakjallara hússins eftir að mikil umræða skapaðist þau í morgun. Mikil umræða? Hver var einhver sem að hringdi og kvartaði það? Það var náttúrulega bara allt brjálað. Ok, hver getur orðið brjálaður yfir ykkur svona? Og ef þú ætlar að ringja og kvarta yfir einhverju, hvert ringjur þá? Ert þú ekki að, sko, mér finnst þú frekar svona leiðilegur við konur með því að segja að þær þurfa að fá fallarstæði? Nei, ég var ekki að segja að þyrfti að fá, en það væri þægilegt fyrir þær, ef þær væri á háalegum skóm eða léttklæddar, að þurfa ekki að rölda upp einhvern kjallar og eitthvað vesen. Það var líka þægilegt fyrir menn. Já, en þeir eru yfirleitt í þægilegri skóbúnaði. Og svo líka er ég líka bara fullorðnar konur. Já. Þú veist, sem að kannski vilja oft líður illa í svona kjallara. Já, þú ert eiginlega að ná að drepa þetta með rökum. Er það ekki? Jó, svolítið. Ég held að þeir snúðs aftur. Já. Bara merkist það er nýtt. Það er niðurstar frá þessari umræðu. Herðu, hérna, rétt á eftir Pétur og Aggi úr Bláum Opal, þannig að farið ekki langt. Lístu vel að það. Já, Pétur er líka svo myndalegur. Gaman að tala við fallit fólk. Ok. 1909.is 1909 Nú getur þú valið á milli 3 mismunandi botna hjá Dominos. Sá klassíski sem nú hefur hvítlauks og parmesankrydd á kantinum. Sá ítalski, örþunnur og brakandi fersku botn. Og sá lauflétti með 20% belti og engum sykri. Veldu þér þinn botn í öllum stærðum hjá Dominos. Dominos 58 12345. 100% Whey Gold Standard próteinið frá Optimum Nutrition hefur verið valið prótein ársins síðustu 7 ár í Bandaríkjónum. Þú fær Optimum Nutrition fæðubótaefnin í perform.is, Holtasmára 1, Kópavogi. Úrslitaeinvígið Íslandsmeistaratitilinn heldur áfram. Þór Þorlákshöfn Grindavík í beinni á Stöð 2 Sport í kvöld klukkan 19. Fáðu þér áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95. Þið eru að hlusta á FM 95 Bjö með Birni Braga og Hjörvari Hafleðarsinni. Og það er búin að vera gestagangur hér í dag. Já, svo sannarlega. Það eru komnir aðrir góði gestir og það eru þeir Pétur og Aggi úr Bláum Opal. Sælir, komið sælir. Velkomnir piltar. Takk fyrir það. Hvað syngur í ykkur? Herru, við erum bara frekar sprækir, það ekki? Gæstlega gaman, jú, mjög klær. Syngur bara wow, það held ég bara. Vistu ykkur ekki fullt að vera ekki bara í Jónasson? Nei, alltaf heitt alltaf sko. Ég þarf að útskrifast þannig að ég samt með maður pælir í maður fær í daginn til að nút maður, það er ekki aðvett. Já, það hefði... Bakú. Það er það sem þjóðin vildi.
Það er nú búið að ræða það svolítið, en Pétur, takk eitt wow fyrir okkur. Ok, ég skil það. Wow. Er það ekki dimmar en þetta? Yeah. Já, þú ert með dimmar þetta. Leif mér að heyra. Þetta er eitthvað basso profondo, rússneski bassar. Hvað er með hann? Hann er ómennskur, sko. Pétur, úr hverju ertu að útskrifast? Menntaskólanum félagsverðbreytni. Ertu svona ungur? Trúir því, Hjöppi, sérðu hvað hann er fullorðinslegur og glæsilegur? Ertu klárur rétt tíma eða taka þetta á 6 ára? Nei, ég er ekki fallisti, sko. Hann er 29 ára. Ég meina, mér finnst ég vera svona í návist a star. Hann er með svona star look. Já, algjörst. Hann er svolítið, er því svolítið líkur Aston Kutcher? Ekki segja. Ég hef ekki pælt í það. Það er magnað. Mjög soft sagt um mig að ég sé Aston Kutcher. Nefna, þú ert bara tanaður og miklu myndalegri. Það þakkaði við það. Það var ekki vandræði með the ladies. Það er ljóst. Nei, ég er bundinn. Ég batni í gær. Ekki lengi. Hvað gerist í gær? Það bara... Fórstu á Skeljanar? Hann var að dimmitir í gær. Fór á Skeljanar í dimmitirni búningum. Ég var í Teletubbies. Tingi og bara fór á Skeljanar. Í alvörunni? Ég fór ekki að biðja stelpu en jú, ég fór í samband í gær. Bara í gær? Í gær. Hvernig gerist það? Komið sæl og blessu. Hvernig gerist það? Það var mál, veistu, ég var hérna frekar hress niður á Austurvelli. Já. Og mín heitt elskaða og ég vorum í sleik. Já, við vorum einhvern svona. Voru í sleik og hvað ertu gammal? Kjötsleik. Nei, já, ég veit það. Það var náttúrulega gert grín að mig allt kvöldið að ég hef verið í sleik allan tíman. En ekki nóg með það. En jú, þess að gera eina sögu langa stutta. Þá bara hóf ég samband. Er það ekki bara fínt? Er ekki fínt að binda sér tvítur? Jú, flott hjá þér, en byrju, hvernig virkar þú? Sagður við hana, ef við að byrja saman eða hvað? Nei. Sendur en SMS bara. Af hverju ákváðu þið að dagurinn 25. apríl væri ykkar dagur? Þegar myndum við hugsa svona, hei, dimmitir ekki að dag, mannstu? 5 dagar síðan Hitler átt afmæli. Nákvæmlega. Það var smá svona. Er hún með þér í skóla? Já. Hún útskrifast líka? Já. Ok. Það fallegast sem ég finnst. Hún væntanlega, ef eitthvað er að marka útlitið á honum, þá hlýtur hún að rándýr. Já, ég þór ekki hún er rándýr, hún er gorgeous, hún er elegant. Það hlýtur að vera. En oft eru svona gæjar sem að líta alveg hella vel út. Þeir vilja ekki vera með kannski konu sem líka lítur hella vel út af því að hún tekur þá kannski einhverja athygli frá þeim. Það er ekki þau sem verið. Nei, það er sann. Lélegt. Nei, þetta finnst mér alveg. Ég þekki sann dæmi það sem að það er alveg, maður sér alveg þú veist hvað gaur eru myndalegir, eða ekki. Þið sjáuð niður í bæ þessi gaur, já, hann er með kellingar eða eitthvað svona, eða ekki. Ég hugsa ekki svona. Nei, ég er ekki að segja það, en eins og þú ert að segja að væri myndaleg. Þú ert að, komst á uppi þig. En hvað er eitthvað ítalst í þér? Þú varst á Ítalíu daginn? Ég var á Ítalíu daginn og fór á Roma Novara og ég er ekki beint Ítali í mér, nei, en pappi er svo og grísku mafíufóringi, það er gaman á hann, sko. En hann er íslenskur? Hann heitir Finnbo Ingólfsson, það gerist ekki íslenskara. Nákvæmlega, en sko, þegar ég heyri þið tala svona í útvarpinu, þá finnst mér eiginlega að þetta er að stjórna svona rólegt og rómantískt. Komið sæl og blessuð og þið velkomin í þáttina Ást á teini. Það var svona fallegur þáttur svona eins og, var ekki Ást í Kolbins með svona ástæð þátt? Það ekki? Jú, hann með svona átt. Las bref og greindi. Ef ég myndi heyra þig lesa eitthvað bref, sko, ég myndi En hvað er að frétta þér, ekki? Herru, ég er bara glæður í lífinu bara. Ert þú Silent Bob í sambandi ykkar tökja? Já, það fer allt svo lítið fyrir mér, sko. Ég er líka orðinn svo gamall. Þið sjáum það skeggja á það. Hann er búinn að binda, hann er næstu í giftur. Nei, ekki næstu í giftur. Ég er yngir í þessum bláa Opel á lausu, eða? Jú, allir nema við þau. Allir helmingurinn. Og Ingo, ekki? Er hann ekki kóngurinn hana? Hann er þeirra Einar Bárðarsson. Umbi, flottist. En Frans Plóter og Krispindur náttúrulega flottist ágar, þeir náttúrulega eru að pikk lausu. Hvað er málið með þetta nafn? Frans Plóter? Frans Plóter Ottosen. Þetta kemur frá Austurrísk. Avans sá Hitler sjálfan.
Nei. Jú. Með byrjum augun? Já, maður sá hann, það var í Östuríki. Afi minn sá Hitler. Já, maður sá trúir sér. Svolítið cool. Já, reyndar er það. En plót er nafni, náttúrulega, ef þú segir plót, þá geða þér allir svona, þekkir þennan plótir, þú veist, þetta er svona eitt samfélag. Þetta er bara svo. En ekki, eru þið ekki trættur að hann kljúfi sig, úr hljómsveitinu og fara að byrja eitthvað sólóferð? Jó. Nei. Ég held að Pétur myndi aldrei þóraði, sko. Ég ætlaði, ég hætti í fótbolta núna fyrir ári síðan. Ég var markmaður í Fylki. Já. Og ég hugsaði, hægt að hafa þetta saman? Ég meina, muni ekki eftir Julio Iglesias. Hann var markmaður í Real Madrid. Og hjartaknúsari, gítarargisvengari. Það oft þannig að konur falla fyrir markvörðum. Þeir eru svona hugrakkari, eru í öðru sér treyjum, eru með hanska, derhúu. Og það mikil ábyrgð á þeim, sko. Það flotti strákar. Þeir eru tilbúin að taka ábyrgð. Algjörlega. Hjöpið þú svona markmaður? Já, ég tek alla það ábyrgð sem ég þarf að taka. Er það? Ég held að þú eru góð bassi með okkur í strákunum. En þessi hljómsveit, hvernig svona, þú veist, er þetta strákaband? Ég vil ekki kalla þetta strákaband. Hvað viltu kalla þetta? Nei, Chris myndur alltaf að líka okkur Backstreet Boys, það er ekkert skemmtilega. Var hann ekki eitthvað rappar einhvern tímann? Jú, hann náttúrulega hann er rappari. En ég vil meina, skilgreining á strákabandi er náttúrulega dansandi, hoppandum og dansa og syngja. Eitthvað svona, skilur við. Ég vil meina, við erum að fara svona hárfína línu eins og svona barbershop quartet, skilur við. Þú fattið. Ég tengi ykkur ekkert við barbershop quartet. Við vorum þannig, en konseptið breytist aldrei þegar Chris myndu kominn. Það var náttúrulega þurfti að vera aldrei svona... Já, þið kepptu í söngvakefninni sem slíkur eða? En hétu þið þá Blá Rópa? Nei, það hétu við Rakarasvið MS, barbershop. Heitum núna Rakara Oktetin Koktellin. Komið sér. Það erum orðin 8. En hvað ætla ekki að fara að gefa út nýtt lag, Blá Rópan? Jú, var það ekki eitthvað í... Og sumar hittari? Já, það er margt og mikið í bígerð. Já. Ég trú ykkur ekki, ég held að sé ekkert í bígerð. Þið ætla að blóðmjólka þetta... Það var smá trú. Þið ætla að blóðmjólka þetta startu upp lag út sumarið. Lifa á því bara. Ímyndaðir, hvað mér langar að vita hvað er búin að syngja þetta lag oft. Startu upp fyrir sjálfum þér. Það er rosalega innljóð. En ég, þú veist, eins og fólk sem er að vinna á skemmtistöðum er að koma upp á mig og segja, ég þolið ekki. Ég þolið ekki og ég þolið ekki þetta lag. Þetta er spilað svo oft og ég er svona, I feel your pain. Eru þið komnir með ógeð á þessu lagi sjálfur? Nei, það er samt alltaf svo gaman að syngja þetta á sviði, sko. Það heyra alla að syngja með og það er stemning, sko. Leið ég sé eitthvað dansa við lagi, þá verð ég bara svona, hei, eins og mér er svo svolítið gaman, mér er mjög væntu að sjá, skilur, svo í gær að sem í ball í gær útskiptinni, eða svona, dimdyrkunni, og það kom á fóninn og maður sá alla vera, þú veist, dansa við það í feeling og þá gaman að sjá það, skilur. Það er gott að gleðja. Það er gott að gleðja. Herðu, við ætlum að halda áfram með ykkur hérna rétt á eftir, en fyrst lag, þetta er líka strákaband sem er mjög vinsælt um þessar myndir. One Direction, What Makes You Beautiful. Þeir vita bara ekki að þeir eru fallegir. Þetta er rándýr texti hjá One Direction. Hvernig finnst ykkur að Björn Bragi sé nakin en að vera framlega ykkur? Ég er sem betur fyrir tölvuskjáðar fyrir. En þið veit ekki hvað gerast þetta undir borðinu. Nei, við ætlum ekki að fara meira út í þessu umræðu. Við ætlum að eyða tíma hérna í gestur okkar. Þetta er veðmál sem kemur fram í 10. kynslóðinni. Núna loka þetta á föstudagskvöldið. Það eru risastóra fréttir af Bláum Ópal. Já. Þjóðhátíð. Já. Þeir eru að fara að spila þjóðhátíð. Já. Þú ert komið eitthvað Jón Ársæl frá þessa. Já, ég er búinn að, þetta er... En er það ekki er það ekki skemmtilegt verkefni? Jú, ég sagði þetta skemmtilegt að vita það, ég var í útskriftarferðin minni, ég tala um útskrift, en í útskriftarferðin minni þá var ég kynntist ég Frans Plóter og ég hitt hann á Karaoke bar og ég sagði við hann, heyrðu, flottastur rödd sem ég heyrt, við erum að gera eitthvað, stóð með hljómsveit og við erum að gera stóru hluti, við erum að fara búið til tónlist, við erum að peninga af því og spila þjóðhátíð. Ok, nú ætlum ég að stoppa þig. Þannig að þegar þú ferðir í glas, þá annars vegar gengur upp á mönnum bara þú ert að vera að koma með mér í hljómsveit og við erum að fara að gera stóra hluti og hins vegar ferðu upp á bíum bara viltu byrja með mér bara. Nei, já. Þetta er svo romantísk. En það gekk við. Það er stórtækur. Já, það gekk allt upp hjá þér. Maður á að þóra, maður á að vera þessi gæi. Og hlustendur mega að vita það að meðan lagið var í gangi hérna þá gekk hann stúdíu og sýndi öllum mynd af stelpunni sem var að byrja með
Sjáu þið hvað þessi falleg? Þetta ástin mín. Hún á hjarta með þessi. En hvernig lítur annars sumarið svona út hjá ykkur strákar? Bara nóg að gera sko, held ég. Já. Já. Ég held bara að þjóðtíð og svona sumarhátíðir og svona einhver barnaskemmtanir. 17. júní. 17. júní. Já, nóg að gera þá. Rjúpuhátíð og Reyðarfirði og svona. Það allir bæði konum með einhverja hátíð. Já. Færiski dagar einhver staðar. Já. Danskir annar staðar. Ekki bara minni að heyra að einhver annar bær rétt hjá þeim sé að fara að halda hátíð. Það er stemning í öllum bæjum nema Garðabæ. Það er engin svona hátíð í Garðabæ, held ég. Þú hata Garðabæ, Hjörvar? Nei. Ég hata ekkert Garðabæ, sko. En gengi upp að vera með einhver svona hátíð, einhver hverfi, bara svona í Árbæ. Já, eitthvað svona danskir dagar í Árbænum. Eða álandsískir dagar í Árbænum. Getur fyrir það. Álversdagar í Árbænum. Já. Öllu vafðin í álpapír. Blár ópal spilar. Það er flott. En hjá ykkur persónlega, ætlaði að vera út í sumar og svona strákar? Ég var að bóka ferði Bene í júní, maður. Hjörti, þú fyrir þangað. Hvað, með Rúni? Hæ? Með Rúni? Já. Það er rosalega erfitt að, þið bara að fara 2 eða? Nei, reynda fyrir við með tengdaforeldurum og öllu, sko. Ok, er það ekki mínus? Nei, mjög kósí, sko. Bene er frábærstaður. Bene er gott að vera. Bene er bara Bene. Bene er bara Bene. Bene er bara Bene. En ég verður að passa ykkur að vera ekki að fara 2 bara með konuna því að það er rosalegt álag að hitta bara alltaf sömu manneskina alla daga, sko. Þið verður orðnir mjög þreytt. Þær verður orðnir þreyttar ykkur, sko. Já, menn eru svolítið að tala um að par eigi helst að fara með öðru pari í svona ferð. Það var ekki? Jú, að vera ekki, taka einhverja 2 vikna ferð bara 1 par, að þú veist, þá kannski svona... Ég er að fara í 3,5 mánuð til Asíu með kærasturinn minni. Grínlaust? Grínlaust. Hvenær? Í september. Hún ætlar að henda þig fyrir náman eitthvað lesn. Nei, ég verði að stoppa ykkur annað út af því að Sjáðu þið hérna? Nei, nú verði ég aðeins að kúpla. Herðu, hann er búinn að vera með henni síðan hann var 7,5. Hvenær byrjuðu þið saman? Í 10. bekk grunnskóla, sko. Og byrju, hvað ertu gamall? Ég er 21 núna, næsta mánuð. Hann er elstur. Ég er elstur, sko. Ertu gamall maður? Hvað er þetta, 6-7 ár í sambandi? Já, 5. Það er allt og mikið. Á þessum tíma. Nú er ég góðu, nú bara lífið leikur við mann. Hvað segir þú þessu, Hjörvar? Nei, þetta er bara flott. Hjörvar, það er svo hamingjusamur að sjá. Bara gleði. Það skín gleði úr augum þessa drengs. Já. Þeir eru glaðir strákar, blár ópal. Hvernig er hann að hægt, sko? Já, lífið er frábær, lífið er ljúft. Lífið er ekki alltaf dans. Stattu upp fyrir sjálfum þér, maður. Já. Er það ekki? Jú. Eins og segir í kvæðinu. Eins og segir í kvæðinu, góða. En er eitthvað að fara, er eitthvað platt á leiðinni? Herru, það var að vera að ræða hérna smáskífu fyrir sumarið. Sem átti að innihalda eitthvað 4 lög eða 3 lög. Hver haldi það sé að fara að kaupa eitthvað smáskífu? En eitthvað bara, eitthvað drast með 4 lögum og fylgir öllum kókkippum með Já, eitthvað kaupt 10 SS-pilsur og kók, já. Bara stattu upp og númer hjá Pétri fylgir með. Já. Var ekki eitthvað svoleiðis? Það er náttúrulega góð, er ekki bara góð þessu lögum? Jú, en af hverju hugsað þú ekki með núna, Pétur? Þú ert svona vel útlítandi og svona. Þakka fyrir það. Já. Ekki, þú líka. En af hverju... Af hverju tekur ekki núna 12 vikur crazy í gimminu og mæti síðan bera ofan allan tíman á þjóðatíð á sviði? Næði því? Já, hún er því. Þú ert nú fitt. Þú getur farið í eitthvað alveg hellað stand. Ef ég væri í svona boybandi, þá myndi ég æfa 3 á dag. Og öllum myndböndum væri ég ekki í gallarum. Myndur þú verið svo gæðarnir hann í Crazy Town hann að Come my lady, come my lady, you're my bird. Það er gott. Sugar, honey, eða eitthvað. Ránd dýr með eitthvað 6-pack. Wow. Pétur er okkar maður í þetta. Ég væri svona hinn hvítu Usher. Já. Ég væri verið svo Meatloaf. Þessi skýrtu og bólinn er öndir. Já, rándýr með man tits. Herri strákar, það var rosalega gaman að fá okkur hingast. Já, takk fyrir okkur. Always a pleasure og þið haldið áfram að... Vefjur og heilsubátar. Hollur skyndibiti með góðri samvisku. Subway í fínu formi. 50-dagsbomba Pepsi í skemmtigarðinum Smáralind. Komdu og leiktu þér á fáránlega góðu verði. Núna er rétti tíminn til þess að leika sér. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaðu daginn, fáðu þér tromp. Kryddaðar 50-dagar, öll 50-dagskvöld á Hressó. Ljósvakki, M-band og Retrobot ásamt Bacardi Ókar halda þér í stemmingu. Frítt inn en frjáls framlög til góðs málefnis. Hressó Austurstræti og Go Go Jókó. Lífið
Fylgið Fréttablaðinu á föstudögum og daglega á Vísi. Fyrirsætan Kristrún Ösp Barkardóttir fæðingu sonar síns, faðerni hans og framtíðina. Flottar konur útivist og hreyfingu í sumar. Eskimóstúlkan valin í hörpunni, partí og viðburði vikunar. Lesið lífið. Fylgið Fréttablaðsins á morgun. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Jay-Z og Kanye West hérna að fara af stað en við ætlum að kveðja Björn Bragi og Hjörvar. Það búið að vera frábært að vera með þér, Hjöpi. Já, svoleiðis. Við erum búin að gera ýmislegt í dag og það fer allt inn á Vísi. En þangað til á morgun, hlustið þið þá, Jón Jónsson. Takk og bless. You know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. Þökkum FM 95 kærlega vel fyrir þennan dag. Þið voru hérna feskir Björn Bragi og Hjöpi K. Hér milli 4 og 6. Þátturinn fer síðan inn á vísir.is áður en að langtum líður. 50 dagur, helgin alveg að koma. Það var heil vinnuvika í þetta skiptið en við fáum auka frídag í næstu viku. Verkalýðsdagurinn framöndan.